Og þessu næst að blessaðri pólitíkinni. Alþingiskosningar eru rétt nánast handan við hornið og þetta þýðir meðal annars að stjórnmálafræðingar þeir hafa nóg að gera við að rýna í skoðanakannanir og fylgjast með allri umræðunni. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, einn þeirra. Velkomin. Takk. Grétar, þú fylgist vel með þessa skoðanakannanir. Ef við byrjum á þeim sem birtust strax í þessari viku, 2 held ég, eitthvað að marka þær? Það gefa einhverja stöðumynd frá því augnabliki sem maður eru teknar á. Ég held að sé mjög nálægt stjórnarslitunum, þannig að ríkið ekki alveg sest. Þannig að ég held að kannski endurspegli meira þá einhver ákveðna óvissu. Auðvitað sjáum við ákveðið munstur í þessu sem við erum búin að sjá áður í könnunum. En ég held að þegar kosningabaráttan kemst af stað að þá kannski byrji nú aðeins ríkið að setjast og fólk að átta sig betur á hlutunum. Og þá fer nú að verða meira að marka kannanina. En skoðanakannanir almennt, hversu skoðanamyndandi eru þær? Svo ég bara fullyrði nánast að það séu skoðanamyndandi að einhverju leyti. Þetta er náttúrulega stórt spurt og hins vegar þá það auðvitað þannig að það hafa ákveðin áhrif. Það geta haft áhrif á það hvernig fólk á endanum kýs að haga atkvæði sínu. Ef einhvern framboð er vonlaust að komast að eða þar vantar lítið upp á, þá getur það haft áhrif á einhvern sem kannski ekki saman. En aðdragandi að kosningunum, hann núna mjög skammur fyrir flokkana. Þeir eiga meðal annars þá kannski í erfiðleikum með að stilla upp miðað við það sem er gera alla jafna. Já, ég held að þetta verði nú sjálfsagt með skemmri skírnum þessar uppstillingar. Já, maður á nú valla von á að verði mikið af prófkjörum eða öðru slíkum aðferðum við að velja á lista. Menn reynir nú ekki að styðjast við kannski að mestu það sem var fyrir 1 ári síðan. Ég myndi nú fyrirfram að gefa mér það að það þeim ansi mikil fylgni milli listana nú og þá. Er það ekki bara í raun og veru bara ofur eðlilegt miðað við stöðuna? Já, þetta ber að bara nánast með engum fyrirvara, þannig að það er eiginlega engin tími til stefnu. En allt kostar þetta nú peninga ef við hugsum það þá fyrir flokkan og þeir eru hugsanlega varla búin að jafna sig eftir öll fjárútlátin í síðustu kosningum. Hvað þýðir það? Hvað segir gjaldkerinn við frambjóðendur? Hann segir þeim væntanlega að þeir verða að spara, það sé ekkert til peningu fyrir miklum útgjöldum. Það voru kosningar fyrir ári síðan sem hefðu kannski átt að öllu öðrum kosti átt að vera í vor. Þannig að menn kannski voru að þetta kom ekki alveg jafn flatt upp á menn þá. Hins vegar gerir það núna og síðan eru sveitarstjórnarkosningar næsta vor. Þannig að þetta setur stórt strik í reikningin fyrir flokkana og þetta mun auðvitað setja mark sitt á þessa kosningabaráttu því að ég sé ekki annað fyrir mér en að það verði notaðar allar þær ódýrari og ódýrustu aðferðina við að koma boðskapnum á framfæri og þá ég að vísa náttúrulega í samfélagsmiðla og blogg og allt þetta og ég sé fyrir mér að náttúrulega að maður og mann aðferðin verði nýtt til hins ítrasta, þannig að það verður svolítið keyrt núna næstu vikurnar sérstaklega landsbyggða kjördæmin. Þannig að ég á ekki von á því að við verðum bombarderuð mikið með sjónvarps- og útvarpsauglýsingum. Eða með blaðaútgáfu og svo framvegis. En hvað þýðir það fyrir umræðuna? Það nauðsynlegt að umræðan verði nú sæmilega vitræn, að þetta færist í auknum mæli yfir í samfélagsmiðlana. Sumir halda því fram að umræðan verði þá svolítið skítug. Já, hún getur svo sem alveg orðið það vegna þess að það er náttúrulega svo stuttur tími í að bregðast við og svara og þetta getur auðvitað farið út í einhvers konar skítkast
En þetta verður nú sennilega eitthvað grynnra fyrir vikið líka. Fyrst að þetta þarna, en svo það bara líka sko tímaþátturinn sem að hefur áhrif á það. Það bara engin tími til stefnu. En þegar þú segir að umræðan verði ef til vill svolítið grynnri, það gott svona, hvað segir fræðimaðurinn um það? Já, það náttúrulega æskilegast að flokkar og framboð hafi tíma og ráðrúm til þess að kynna sín stefnumál, helst í ró og næði og með einhverjum fyrirvara, fyrir kjósendum. Þannig að þeir geti þá komið þeim á framfæri og það svona tímaþátturinn í þessu, hann er kannski óhagstæður fyrir sko nýframboð. Þau þurfa meiri tíma til að ná eyrum. Er það þá svona yfirleitt? Er það þá svona gömlu flokkarnir, þessar flokksmaskínur svo kallaðar, það gott að eiga núna góða flokksmaskínu? Já, ég held að þetta sé, sko þessu leitinu er tímafaktorinn í þessu alveg klárlega þeim í hag. En þetta maður á mann aðferðin, þetta er nú svona gamalt trikk. Já, hún er alltaf klassísk sko. En náttúrulega menn ná náttúrulega til fleiri í einu svona í gegnum netið eins og við vitum, en engu að síður við held ég að sko menn muni nota hana því að hún getur svona verið áhrifarík og menn svona reyna nú að passa sig á því að láta sko sjá sig í öllum kaupstöðum og kauptúnum og helst félagsheimilum ef þeir mögulega geta fyrir kosningarnar. Sko. Því að það verður auðvitað eftir því tekið ef þeir láta ekki sjá sig. Sko. En eftir farin að sjá fyrir þér svona hvernig umræðan, svona, eða hvaða málefni svona skjóta upp kollinum? Það er mjög erfitt að átta sig á því. Þetta er ekkert komið í gang. Umræðan hefur snúist sko, það sem af sko, þessari viku bara þingrofið og ástæður sko þess að við erum að fara að kjósa aftur. Ég veit nú ekki hvort að menn muni vera að tala um það alla kosningabaráttunni en auðvitað mun náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn eins og venjulega höfða til stöðugleika og ekki síst sko árangus í efnahagsmálum. Og það er kannski ekki ósennilegt að önnur framboð, kannski meira framboðin á vinstri vægnum reyna að höfða meira til sko lýðræðismála, gegnsæis og svo framvegis. Svona eins og Píratarnir voru sérstaklega framarlega fyrir ári síðan. Ég sé það svona fyrir mér. En ef að þú fengir nú heimsókn frá einhverjum kosningastjóranum, einhvers framboðsins, hvað myndirðu ráðleggja þeim, svona hvað umræðuna varðar? Já, þetta er náttúrulega 10 milljóna spurning sem þú ert að spyrja mig, sko, en ég held að menn verði bara að reyna að sko nota þær aðferðir sem að sko tiltækar eru til þess að ná til sem flestra með sem mest efni. Og það eru þá sem sagt samfélagsmiðlarnir sem að þú spáir að verði svona mikið notaðir í ljósi þess að fjárhagur stjórnmálaflokkanna er kannski ekkit of beisinn af því það er svo skammt frá síðustu kosningum. Akkúrat, og ég ætti kannski að bæta við einmitt þetta sko að spurning hvort að Snapchat fyrir ekki að koma meira inn heldur en það gerði sko til dæmis í fyrra. Það voru ekki allir alveg búin að átta sig á áhrifamætti þess. Þannig ég held að við gætum séð meira Snapchat núna í október heldur en nokkru sinni fyrr. En það er allavega svona hjá ykkur stjórnmálafræðingunum, þetta er alltaf spennandi tímar og örugglega margt forvitnilegt að rýna í stöðun alla. Já, þetta er auðvitað ákveðin svona hátíð sko fyrir svona menn eins og fólk eins og mig sko. Þó að maður verði engu að síður að vinna þessa venjulega vinnu sína líka. Þannig að það verður nóg að gera hjá mann í október, það er alveg ljóst. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, bara þakka þér fyrir komuna og þú fylgist með stöðunni. Og við höldum hérna áfram eftir augnablik og ætlum þá að ræða húsnæðismál heilsugæslunnar á Akureyri.